Hæ hæ, gleðilegt nýtt tungl. Ég ætla rétt að hér kveikja á myndbandinu í símanum svo ég geti fylgst betur með kommentum og svona. Og tékka líka á, það er allt eins og á að vera sýnismiðar, hljóði í lagi, myndi í lagi, glæsilegt. Gleðilegt nýtt tungl á þessum ágætis laugardegi. Og þetta er svona, svolítið áhugaverð orka sem fylgir þessu tungli. Ég ætla að fjalla aðeins um hana meðan ég leyfi ykkur að tengja við spilun og svona. En það er nýtt tungl í Vatnsbera og lendir svolítið skemmtilega á þessum veðrabreitingum og hlákutíma. Það er svona, pínubreitingar. Eins og alltaf þá er ég með 3 stotta og það eru hér Spirit of the Wheel, svo sjálfsögðu Monology, svo er ég núna með Víkingakortin íslensku og þetta eru allt svona svolítið ólík spil, svolítið ólíkar nálganir og ólík orka, allt frá mjög mjúkri, jarðneskri mýkt. Svo erum við með mjög huglæga, loftkennda orku líka. Og svo fáum við svolítið svona straight forward to the point jarðneska orku í Víkingakortunum. Það eru nokkrir áhorfendur dottnir inn. Ég ætla þá bara að lækka skjáinn og leyfa ykkur að velja ykkur stokk til að tengja ykkur í spilin. Þannig að hérna eru stokkanir og þá erum við hér með Spirit of the Wheel og svo Monology og Víkingakortin. Nú þetta nýja tungl sem er núna, nýtt tungl í Vatnsbera, svolítið svona skemmtilega orka sem fylgir þessu og mögulega margir sem að koma til að upplifa svolítið létti því að síðustu 2-3 vikur erum búin að vera svolítið svona undarlegar og svolítið þungar jafnvel fyrir marga. En við erum núna að stíga inn í svona meira Vatnsbera orku og svolítið félagsleira orku líka. Og það er svona pínu, má segja að við séum búin að vera síðan áramótin svolítið með hausinn eftir feldi að svona hugsa og ígrunda, velta fyrir sér. Og svo núna er maður frekar tilbúin til þess að framkvæma. Síðustu vikur hafa farið svolítið í það að hugsa málin. Og þess vegna sagði ég eins og í lýsingunni að Vatnsberan er að koma undan feldinu sínum. Hann er búin að liggja og hugsa og skoða og eins og Vatnsberum er lagt að þeir vilja skoða og rannsaka og svona komast að öllum mögulegum útskýringum og útkomum áður en að taka ákvörðun. Og það er oft erfiður tími þessi rosalega hugsun og ígrundun En þegar maður er búinn að taka ákvörðun þá léttir svo mikið á öllu hinu. Og þannig að Vatnsberin er tilbúnir til að stíga svolítið út í dagsins ljós og framkvæma og gera og fyrir vikið þá kannski fylgir því svona ákveðin uppgjör, ákveðin tiltekt. Þannig að margir sem eru að ég fór skilbúin með hljóð, ég sé ekki alveg nógu gott. Veit ekki alveg hvað það getur verið. Það er kannski ég sem er bara full rám og þyrfti að tala hérna. Ég vona, ef ég kannski bara styrki röddina þess að það heyrist betur í mér. Þegar ég er alveg með mikrofóninu rétt stað allavega. Eins og ég segi, með þessum Vatnsbera að þið fylgir ofta að vilja hreinsa til, taka til, fara í svolítið stærri tiltaktir hjá sér, búinn að vera að hugsa og plana og íhuga og þá er
þegar maður er búin að ákveða að gera eitthvað eða breyta einhverju, þá er svolítið ráðist í það og svo þægilegt að geta þá ítt öllu sem að þjónar manni ekki lengur frá sér. Þegar maður veit betur hvað maður vill og hvað maður þarf. Ok, mér sýnist hljóðið vera komið í lag. Frábært, takk fyrir. En vatnsberinn er mjög gjarn á það að fara í stóra tiltektir og losa sig við eitthvað óskunda sem að er búin að safnast upp og dala upp hjá sér og þarf ekki. Og það gildir líka einfallega bara samskipti og sambönd. Þannig að vatnsberinn er svolítið óhikandi við að losa sig úr óheilbrigðum samböndum eða skera á samskipti sem eru ekki góð fyrir það. Og þegar vatnsberinn er búin að ákveða það, þá er það oft svolítið lítið mál, virðist, en því er náttúrulega búið að fylgja þessi ígrundunar tími undir feldinum og það er búið að rannsaka. Þannig að það er fyrst og fremst fyrir okkur sem eru svolítið fyrir utan og sjáum ekki hvað er í gangi undir feldinum. Og fyrir alla aðra þá er þetta oft bara svona surprise, vatnsberinn er búin að sprengja og tæta og allt í einu orðið allt klippt á skorið og búin að sníða til. Það kæmi mér ekki á óvart eins og fyrir marga með þessari orku. Með þessari orku sem að gefa okkur þennan drifkraft í að framkvæma það sem við erum búin að íhuga og ígrunda lengi, að það kemur ekki á óvart að núna fyrst eru svona margir að komast inn í tilfinninguna og orkuna til þess að framkvæma einhverja breytingar sem þeir höfðu hugsað sér að gera. Bara eins og ef við skoðum með nýársheit, ef það voru vangaveltur að vilja bættari lífstíl eða breyttari lífstíl varðandi hreyfingu eða mataræði eða venjur og munstur, að okkur, við viljum oft fara í þessar breytingar strax á nýju ári, bara nánast strax 1. janúar. En miðað við hvernig bara orkan er búin að vera, þá er í rauninni besti tími til þess að framkvæma þessar væntingar og langanir er núna. Það var ekki fyrir 2 vikum, heldur núna. Núna erum við miklu tilbúnir til að takast á við breytingar. Svona strax upp úr áramótum þá er maður líka oft bara að venjast aftur í að komast inn í svona daglega rútínu og öllu sem fylgir því. Þannig að það passa líka svolítið við bara hvernig dagatalið okkar liggur. En ég ætla núna bara að skipta yfir í spilin og við byrjum á Spirit of the Wheel. Og þá byrjum við að kanna þá hvað er að koma upp, hvað er að rísa og vaxa í sjálfinu. Það er hérna renewal, endurnýjun, andleg þróun, velgengni og von. Þannig að hér er verið að endurnýja svolítið, finnst mér, þetta andlega þrek, hvort sem það er þá, ef þið hugsið það sem andlegt í hugsuninni spiritual eða bara andlegt varandi huglagt, það er mentalt, það getur verið begge blands. En það er þessi andlegi vöxtur sem er að koma upp, von, og sennilegast þá líka vera að benda á hvaða breytingar hafa þegar átt sér í stað, hvaða vöxtur hefur þegar átt sér í stað, og vera að reyna að sýna þér sem einstaklingi, benda þér á að þú hefur bætt þig, þú hefur dafnað, þú ert búið að þroskast. Þó það séu kannski virðast oft vera eitthvað svona bara smáatrið eða eitthvað pínu pons, eitthvað sem maður tekur ekki eftir í daglegu lífi,
þá ef þú virkilega skoðar það, þá ertu búið að vaksa bara heilmikið síðasta árið. Það er verið að reyna að benda þér svolítið á það. Og ef við fáum hérna hver svona megin skilaboðin eru, kannski eitthvað svona til að einbeita sér að í þessari orku. Kemur hérna Strong Sun Moon, sterkt sólartungl, sem stendur fyrir félagslegum viðburðum, listrænum áætlunum og gleði. Og það er hér verið svolítið að segja eins og fylgir, eins og ég var að segja, myndist aðeins á held ég þegar ég var að tala um orkuna í þessu tungli, að vatnsberinn er mjög félagslegur. Vatnsberinn er mjög sósíal og vill alltaf vera svona pínu, hann tekur alltaf einn fyrir sig og einn fyrir samfélagið. Þannig að hann er alltaf mjög virkur í að fylgjast með hvað þarf mitt samfélag, mitt community, hvað þarf mínu nánustu. Þannig að alltaf þegar þú ræktar eitthvað eitt fyrir þig, þá ræktar alltaf eitthvað annað fyrir hópinn. Það er svo dásamlegt með vatnsberann. Þannig að hér er verið að benda á að það er kannski tímabært fyrir að leyfa þér að vera félagslegri, vera meira social, vera kannski félagslega virkar en hefur verið. Og líka leyfa þér að tengja svolítið inn í listræna eðlið þitt. Að leyfa þér að stíga inn í sköpun og gera eitthvað nýtt. Og leyfa þér bara svolítið að vera í gleði og þá helst þessari barnslegu gleði sem fylgir bæði félagslífi og sköpun. Að bara eins og hvernig við gerðum þegar við vorum krakkar, við lékum okkur. Og það að teikna og mála og föndra var að leika sér. Það að fara og hitta vini sína var að leika sér. Þannig að við megum öll held ég vera svolítið duglegri við það að leika okkur. Að félagslíf sé leikur, að sköpun sé leikur. Við gerum þetta fyrir gleðina. Þannig að það er svolítið verið að ýta hérna á að endurnýja svolítið þessa gleði í þér. Og að það sé mögulega næstu skrefin í þínum andlega vexti og andlegu þróun að leika þér betur og meira. Og ef við fáum hérna útkomin það hvaða áhrif það hefur, ef þú leyfir að nota svolítið þessa endurnýjuðu orku, þetta endurnýjuðu andlega þrek sem það hefur, ef þú leyfir að leika þér svolítið meira með því, í staðan fyrir að fara að nota bara alla orkuna í lærdóm eða vinnu eða hvað. Þú leyfir að nýta þessa endurnýjuðu orku í það að leika þér. Þá kemur Duck's Fly Moon, það er að segja tungl sem þetta fljúgandi anda. Það er að segja endur bra og en það að leyfa sér að nýta þessa orku, nýju orkunu sína í það að leika sér félagslega og í sköpun mun hafa þau áhrif að það verði hér meiri jafntaktur, meira jafnvægi og meiri vissa. Þannig að það er mikilvægt til að halda jafnvægi líka í daglegu lífi, í hvort sem maður er í námi eða vinnu eða reka heimili eða hvað það er sem maður er að gera, að vinna með sjálfa sig og svo er kannski sambönd og fjölskyldur og svoleiðis. Sama hvað maður er að gera, að það þarf að vera jafnvægi á. Það er ekki bara hægt að vera í álagi og vinnu og streitu. Jafnvel þó að það sé góð streita og skemmtileg streita oft á tíðum. Við þurfum að leyfa okkur líka að eiga orku í leik. Þannig að þegar við fáum allt í einu auka glugga inn í vikuna eða daginn eða hvað,
fáum auka orku inn í kerfið, að setja það ekki endilega strax í einhverja vinnu eða í að fara allt inn í það að mála og brasa á heimilinu eða fyrst þú hefur meiri orku að þú ætlir að bæta við þig einhverju auka námi. Leyfðu þér þá frekar bara að eiga þessa orku fyrir þig svo að þú fór að njóta henn og leika þér og dafna. Hvort sem að það þýðir að vera félagslega virkari eða í meiri sköpun eða gera eitthvað fyrir heilsuna þína. Af því þar þarf að vera jafnvægi. Við þurfum að passa að við gerum eitthvað fyrir okkur og gerum svo eitthvað fyrir það sem utan af okkur. Bara eins og vatnsberinn gerir. Einn fyrir mig, einn fyrir samfélagið. Og auðvitað allt sem við gerum varðandi náma, vinnu og fjölskyldu líka fyrir okkur. En eins og ef við hugsum allt, ef við hugsum þannig það sem við gerum fyrir okkur inn á við og svo fyrir okkur út á við. Þannig að það svo mikilvægt að hafa jafnvægi þar á. Þannig að að gera að nota nýfengna og endurnýja orku fyrir sjálfið. Og ég ætla að fá hér eitt íhugunarblóm svona til að taka heim og saman. Og það kemur hér blómið fyrirgefning. Og það á í rauninni svolítið vel við að við þurfum bæði að fyrirgefa okkur sjálfum og uppruna okkar og uppeldi, fyrirgefa okkur sjálfum fyrir hvað við höfum verið ströng og köld við okkur sjálf, að hafa hætt að leika okkur, að hafa hætt að gefa okkur sjálfum inn á við, að hafa sett alla orkuna út á við og fyrir vikið ekki átt neitt eftir. Og eins þurfum við líka að fyrirgefa okkur sjálfum þegar við upplifum okkur óviss og óörugg í því að elska okkur sjálf. Og þegar við upplifum óöryggi gagnvart því að taka orku og tíma fyrir okkur sjálf sem við gefum ekki eitthvað annað. Að þegar við erum einfaldlega mörg bara alin upp í því að eiga helst að eyða allri okkar orku í annað fólk fyrir eitthvað annan. Og þá getur verið svo erfitt að fara snúa þessu við og fara að taka og gera fyrir sjálfan sér. Og maður hreinlega upplifir samviskubit. Þannig að maður þarf líka svolítið að fyrirgefa það. En fyrst og fremst fyrirgefa okkur sjálfum fyrir hversu köld og ströng og tilætlunum sem við höfum verið á okkur sjálf í að alltaf gefa alla orkun okkar frá okkur eitthvað annað. Og byrja fyrst núna kannski sem fullorðna manneskjur í fyrsta skipti á ævinni að fara að taka fyrir okkur líka. Þá ætla ég að skipta yfir í monologispilin. Og þá kemur aftur við ætlum að athuga hvað að vakna hjá okkur sjálfum. Hvað að vaxa inn í okkur og að koma upp á yfirborðið. Og fyrsta sem kemur hér að your commitment is being tested og það skuldbindingin þín. Skuldbindingin þín undir raun. Og hvort sem að það þá skuldbindingin gagnvart einhverjum áskorunum sem að þú hefur lagt við sjálft þig, að standa undir nýjum kröfum sem þú ert að leggja við sjálft þig, eða gagnvart samböndum í lífið þínu, gagnvart vinnu, gagnvart námi, hvað sem það er. Það verið að reyna mikið á þínar skuldbindingar og þannig þá líka verið að reyna svolítið á eitthvað sem að fyrst og fremst finnst mér eitthvað sem að þú hefur valið fyrir sjálft þig. Ef þú hefur ákveðið að gera breytingar í lífiðinu, gera breytingar til þess að bæta heilsu þína, hvort sem það hreyfing eða mataræði eða að hugleiða eða stunda jóga, eða breytingar sem þú hefur ákveðið eins og að byrja nýju námi og það
að reynast þér erfitt, eitthvað svoleiðis, að þú ert búið sennilegast að vera í efa sjálf þig, að þú getur þetta nú ekki, þú ert ekki nú góð í þessu til, að þetta var nú vitleysa hjá þér að vera að byrja okkur svona, núna, uss. Þannig að það er verið að reyna svolítið mikið á þennan hluta finnst mér núna. Skuldbinding þín, fyrst og fremst gagnvart sjálfu þér og því sem að þú hefur valið fyrir þig. Af því að þegar við upplifum ögrun eða erfiði við að gera eitthvað gott fyrir okkur sjálf, þá nefnilega oft svo miklu í rauninni auðveldara að fara tilbaka inn í þægindaramman eða þó það sé kannski óhollt fyrir mann eða óheilbrigt munstur fyrir mann, þá það sem að maður þekkir og þá svo auðvelt að stíga bara tilbaka og ætla að halda sig á þeim stað. Og eins líka gagnvart samböndum og samskiptum, að þegar maður að æfa sig í að setja til dæmis mörk, að það tekur svo virkilega mikið á að standa við mörkin sín þegar maður að venja sig á að setja þau, þegar maður að styrkja einhverju mörk sem hafa verið veik eða hafa verið brotin, þegar maður að setja ný mörk sem maður ekki vanur að hafa gagnvart ákveðnum einstaklingum, að þá alltaf verið að ýta á þau. Og þá oft að manni finnst auðveldur að segja bara ég gefst upp. Ég ætla ekkert að hafa verið með þannig vegga þessi mörk hér. Þannig að það verið heldur betur að reyna á einhverja breytingu, eitthvað sem þú ert að leggja á þig og reyna að skuldbinda þig við fyrir sjálf þig. En þá skulum við fá hér meginskilaboðin. Það kemur hérna nýtt tungl í Hrút sem segir að nú sé komin tími til að framkvæma. Þannig að ef þú ert búin að vera með einhverja vangaveltur gagnvart einhver sem þú hefur verið að gera, bara eins og ég var að tala að þetta nýja tungl fjallar svolítið mikið búið að vera að íhuga og ígrunda og pæla og rannsaka og núna tíminn til að framkvæma, að láta verða af þessum pælingum og vangaveltum. Núna rétti tíminn til að gera breytingar, til að stappa í sig stálinu og ráðast í erfiðu verkefnin, að ráðast í einhverjar framkvæmd eða hvað það nú og þá þarf maður að halda sig við, það þarf að ákveða, ég ætla að skuldbinda mig við þetta í þennan tíma, yfirleitt þetta nú eitthvað tímabundið, en ég ætla að ákveða það að skuldbinda mig við þetta og halda þetta út. Þannig að núna svolítið að duga að drepast og að bara fast ákveða að ég ætla að gera þetta. Að taka svolítið gæsin á þetta, geta ætla skal. Og þó maður þurfi hreinlega að setja svolítið hornin fyrir sig og ýta frá sér og plæja svolítið áfram og ryðja brautina fyrir sig, sko. Að ef þú ákveður að gera þetta, ef þú ákveður að skuldbinda þig við þetta, þá verður af því, þá getur þetta, það vantar ekki það, en þú þarft að ákveða það, ákveða að standa við það líka. Og ef við fáum hérna útkomuna, ef þú stendur við þessar ákvarðanir sem þú tekur, að hér kemur þá vaxandi máni og það sem energy is gaining momentum, það að segja orkan að auka snúning, að auka hraðan, að auka umfangið. Boltinn bara rétt að byrja að rúlla. Þannig að ef þú ákveður, ég ætla að gera þetta núna og ég ætla að standa við það sem ég segi, þá fer af stað atburðarás, þannig að þetta verður alltaf meira og stærra og mikilfenglegra og þú bætir alltaf við þig, þú byrjar að stækka sjálft líka og þetta verður svona snjóboltaáhrif.
og þetta verður alltaf auðveldara. Og mér finnst ég sérstaklega þurfa að nefna aftur þetta með mörkin. Mér finnst það vera komið svo sterkt inn. Að já, það er ofboðslega erfitt að setja mörk og standa við þau þegar maður er að gera þetta í fyrsta skipti. Sérstaklega þegar maður hefur aldrei kunnað að setja mörk eða maður hefur reynt og það hefur verið farið ítrekkað yfir þau. En hins vegar með þessu þegar þú byrjar að æfa þig í því og ferð að standa við þau, standa við mörkin sem þú setur, að þá verður það svo miklu auðveldara að setja sterkari mörk, setja fleiri mörk, átta þig á mörkunum þínum, hvar þú þarft að efla þig og þín mörk og standa við þau. Þetta, það að byrja er ofboðslega erfitt, að þegar kemst smá þjálfun á það, þá fer það að stækka svo hratt og örugglega. Þannig að sérstaklega fyrir ykkur sem að brasa við mörkin ykkar, að gera að taka inn svolítið bara þrjósku hrútaorkuna og kýla á það og láta vaða og ekki láta hagga ykkur. Setja bara að gera eins og hrútanir gera. Setja hausinn niður og læsa hnjánum og vera óhaggandi og bara ákveða, ég ætla að setja þessi mörk og standa með þeim. Og það verður alltaf auðveldara. Og ég ætla að taka hérna eitt ígrundarblóm líka. Og það kemur hérna blómið rækta sem á svolítið vel við eins og ég var að segja með þetta spil, að þetta byrjar að stækka mjög hratt og örugglega og verður alltaf auðveldara. Og það er sama með það, eins og ég var að líka að segja, að það reynir mest á í byrjun, þetta er erfiðast í byrjun, að bara rétt eins og þegar við erum að rækta hvort sem það eru grænmeti eða matjurtir eða bara blóm, að fyrst þegar við förum að sá fræjunum, þá sjáum við ekkert hvað er að gerast, við sjáum engan árangur, við vitum ekkert hvað er að gerast ofan í moldinni og það tekur fræi tíma að koma sér fyrir og byrja að spíra og byrja að róta sig. Það er ekki fyrir löngu seinna sem að við á yfirborðinu förum að taka eftir einhverjum árangri þegar það rétt byrjar að potast eitthvað upp úr moldinni. Þetta er sama hugsunin. Þannig að þó þú sjáir ekki árangurinn strax, þó þú sjáir ekki að hvað er að gerast með þessi fræ sem þú ert að sjá, haltu áfram og treystu að það komi eitthvað að því. Að þegar áður þú veist af, þegar að þessi fræ eru búin að spíra og róta sig og eru byrjað að pota sér leið upp um moldinni, áður þú veist af, þá byrjar það að vaxa og blómstra og dafna og á miklum hraða. Það er ótrúlega skrítið hvað þetta gerast hratt þegar að árangurinn er farin að sýna sig. Þannig að þú verður svolítið að leyfa þér að treysta að þetta sé að gerast undir niðri þó þú sjáir það ekki. En þá skulum við færa okkur yfir í víkingkortið. Og þá byrjum við á að athuga hvað er að vakna innra með okkur, hvað er að láta vita af sér. Það er hér drykkjarhornið, fögnuður. Og það er, segjum bara, hér að rísa svolítið upp þörfin til þess að stíga svolítið út í félagslífið og skemmtanalíf og vera félagslegri en þú hefur verið. Bara að kalla eitthvað til þín að vera
meira í kringum fólk og fara meira út og það hef ég tekið eftir, svona að vakna hjá mörgum núna, þú veist, þó það sé nýlega búið að vera hátíðarnar, jólin og áramótin og maður kannski búin að vera mikið, sérstaklega náttúrulega með fjölskyldunum sinni, en mikið líka félagslegt jólin, en þá hef ég tekið eftir margir sem búin að vera kannski í fleiri mánuði, jafnvel bara svolítið svona að leita mikið í einveru, bara í vera einn með sjálfu sér heima við, ekki mikið að sækja út, meira sem jólin að sko þó að hafa kannski verið einhver hinn á þessu jólaboða að þá kannski stoppaði maður svolítið styttri en venjulega og snöggur heim og það sem að var bara mjög gott, við þurfum það reglulega en svo allt í einu núna að vakna og kvikna ykkur aukinn áhuga að vera félagslegur og sækja meira út á við og þá út að skemmta sér og veist, á viðburði, á tónleika, á sýningar og veist, vera kannski svolítið meira meðal fólks. Ég held að fyrir marga þá duttum við mörg úr æfingu við að fara út að skemmta okkur í gegnum þessi 2 ár sem voru. Við erum ekki ennþá búin að læra hvernig við gerum þetta. En það fínt líka bara að hafa jafnvægi á því. En þannig að koma upp þessi aukna þörf fyrir skemmtun og félagslíf. Og við fáum hér megin skilaboð. Það svona megin atriðina bak þetta. Og það kemur haugurinn, hringrásin. Það að segja hringrás lífsins. Þegar við fæðumst inn í eina heim og lifum okkur lífi og svo kveðjum við hann aftur með því að fara í hauginn okkar. Við skilum til jarðar. Við erum fædd af jörðinni og endum líf okkur aftur í jörðinni. Förum þá hringrás. Og það kemur svolítið með því, þú veist, að við erum alltaf með þessa áminningu. Við erum alltaf með þessa áminningu að líf okkar tekur enda, þetta jarðneska líf. Við munum öll einhvern tímann mæta dauðanum, að þá erum að gera að njóta lífsins og nýta lífið á meðan við erum hérna. Hvað ætlum við að nota líf okkar í meðan við erum á þessari jörð, meðan við erum í þessum líkama, í þessu holdi. Og þar kemur kannski svolítið inn þetta drykkjarhorn að muna eftir því að við ætlum við frá alltaf njóta lífsins og það ekki. Hvort sem það sé þegar við njótum þess að vera í einverun okkar, í þögnin okkar, eða einmitt líka þegar við njótum þess að fara út, vera félagsleg, leyfa okkur að elska náungana, elska vin okkar og vera kringum annað fólk og njóta samvistum við aðra. Leyfa okkur að fara út og fagna og leika okkur, kemur það aftur, muna að leika okkur og leyfa okkur að njóta það sem lífið hefur upp á að bjóða, það sem samfélagið okkar hefur upp á að bjóða. Mannskepnan nefnilega býsna ótrúleg þegar kemur að sköpun og afþreyingu. Bara þegar við skoðum listafólkið okkar og allt sem í gangi í menningarlífinu okkar, bæði í tónlist og leiklist og listasýningum og í íþróttum núna til dæmis, að það svo margt í boði. Og þó við náum kannski ekki að fylgja því öllu eftir að að gera að leyfa okkur að njóta þess þegar við getum. Þannig að hér eitthvað þörf að leita svolítið út á við og leyfa sér að njóta félagslífs og skemmtarlífs og líka bara að njóta menningarinnar sem í boði í kringum okkur. Og njóta þess að vera, eins og ég sagði, í samvistu með aðra, þó að vissulega getum við sótt alls konar afþreyingu heim inn í einverun okkar, þá
gerir það flestum gott þó það sé bara sjaldan eða bara örfá skipti af og til að sækja okkur afþreyingu út á við í félagslegum aðstæðum þó maður fara bara einn á tónleika að vera í kringum annað fólk. Fyrir marga það ef til vill mikil ögrun en það oft góð ögrun í því líka en að leyfa sér að njóta því sem að lífið og samfélag okkar hefur upp á að bjóða. Við fáum hérna útkomuna frá því hvaða áhrif þetta hefur að leita meira út á við. Að þá koma hérna inn örlaganornina sjálfar sem að þær eru náttúrulega svolítið merkilega með það að þær eru þetta svona hringrásarspilin líka að minna á að við höfum öll okkar fortíð og við höfum öll margar mögulega framtíðir en við erum bara með eitt nú. Það bara einn nútími og það það sem við höfum núna. Fortíðin alls konar, framtíðin hefur marga möguleika upp á að bjóða og það getur orðið hvernig sem en núið okkar alltaf bara þetta eina sanna nú sem við erum í og við þurfum að vera meðvituð í því. Við þurfum að vera til staðar í því ef við ætlum að virkilega njóta þess að vera til staðar í eigin lífi. Í staðinn fyrir að vera alltaf með annað fótinn í fortíðina að velta því fyrir sér eða velta fyrir sér hvaða mögulega framtíðir bíða manns eða vera alltaf að vinna að einhverju ákveðnu framtíð sem maður vill leyfa sér staldra við í núinu af því að það nú til þess sem þessi hringrás í raun og veru að njóta þess að vera á staðnum og leyfa sér að leika sér, leyfa sér að fagna, leyfa sér að njóta allt sem að lífið ber upp á. Af því að við erum hérna með orðleganörnirnar þá krefjast þær að við drögum annað spil. Og þá kemur handritið sem þekkingin okkar að hér kemur svolítið inn þetta að minna sig á það sem við vitum. Við erum öll búin að heyra þetta svo oft. Njóta lífsins meðan þú ert að lifa í. Vera í núvitund, vera til staðar í núinu. Leyfa þér að leika þér, leyfa þér að fagna, leyfa þér að njóta lífsins. Og af hverju erum við þá alltaf aftur, við vitum þetta öll, við erum búin að heyra þetta milljón sinnum, við erum búin að lesa fullt af handritum þetta, en samt þarf alltaf að minna okkur aftur og aftur á þetta. Og það segir okkur að þekking getur verið alls konar. Það að vita eitthvað ekki það sama og að stunda eitthvað. Það að vita eitthvað eða hafa einhverja reynslu eða þekkingu eða hvað nú ekki sama og að tileinka sér einhverja venju eða siði. Þannig að það skiptir ekki máli hversu mörg núvitundarnámskeið þú hefur farið á. Ef þú ert ekki að nýta þekkinguna þá hún ekki að þjóna þér. Þá þetta bara eitthvað bók upp í hillu sem sannar ekki. Þannig að við þurfum að nota þekkinguna sem við erum búin að afla okkur til þess að njóta góðs af. Bara rétt eins og það skiptir ekki máli hversu margar bækur við erum búin að lesa ef að innihaldið skilar sér ekki til okkur, ef við erum ekki að nýta innihaldið þá gagnast það ekkert. Ef við tilengum okkur ekki einhverja aðferðir eða venjur eða hætti eða hvað það nú þá þetta bara bækur sem ekki á búið og verður verðlaust. Þessi þekking eitthvað sem við erum að afla okkur og ná í til þess að tileinka okkur og til þess að nýta
og til þess að þar á ekki bera áfram. Nú þá ætla ég að taka íhugunarblóm fyrir víkingaspilin. Og það kemur hér skýrleiki, clarity. Og það á við í rauninu með alla þekkingu eða visku sem að við ætlum að tileinka okkur í okkar eigin lífi. Það verður að vera skýrt fyrir okkur. Það verður að vera augljóst fyrir okkur. Annars dettum við alltaf aftur og aftur bara í einhverja vangaveltur og rannsóknir og reyna að leita að svara annars staðar frá. Þetta verður að vera eitthvað sem að liggur beint fyrir okkur sjálfum. Þetta þarf að vera augljóst til þess að við lærum að nýta það. Og svo þegar við byrjum að nýta það, þá stækkar alltaf við sig. Þá fyrir við að sjá þetta frá fleiri sjónarhornum. Fyrir við að sjá aðrar hliðar og það bætist alltaf við. Þannig að þegar við erum að taka þessu upphafsskref í að stíga inn í núvitund, stíga inn í að leyfa okkur að leika okkur og njóta og lifa og vera ekki alltaf með annan fótinn í fortíðinni og hinn í framtíðinni, þá þurfum við að hafa það mjög hnitmiðað og skýrt. Og tilgangurinn þarf líka að vera mjög skýr fyrir okkur sjálfum. Við þurfum að finna fyrir því af hverju ætla ég að gera þetta fyrir mig núna. Tilgangurinn þarf líka að vera skýr. Þá held ég að þessi spil sé búin. Kemur hérna spurningum hvort að það hafi ekki verið annað spil undir miðjuspilinu í fyrstu leiknum með Spirit of the Wheel. Jú, það passar. Þau eru tvö, þau eru bara först saman. Það er hérna. Og þarna er hitt spilið sem að var þá sem sagt miðjuspilið, tilgangurinn eða sem megin skilabóðin. Og það er hérna Thunderbird Clan og það segir sem sagt verðandi breyting, lífsorka og sem sagt endurhæfinga, endurnýjun líka. Þannig að það á mjög vel við það sem öll hin spilin voru að segja. Varandi þessar breytingar og varandi aukna orku og að endurnýja orkuna sína. Þannig að ég vona að það hafi verið nokkuð skýrt. En þá ætlum ég að lyfta skjánum aftur. Hæ. Þrjár mjög skemmtilegar lagnir og svona allar pínu intense fannst mér. Það svona, já, svona svolítið sterk skilaboð með þeim öllum. Þetta sé ég að ég er búin að vera að því að vera 3 korter, sko. Að venjulega er ég nú bara 20 mínútur og hálftíma held ég. Þannig að það var, já, mikið að gerast í öllum lagnunum. En virkilega skemmtilegar og líka eins og ég sagði upp að það er mjög ólík orka í þessum stokkum. En skemmtilegt hvað þeir koma allir sterkt inn. Og eins og alltaf þá nýt ég þess að eiga þessu stund með ykkur. Alltaf gaman að droppa hérna inn og leika sér með spilin. Ég vona að skilaboðin ræti skýrt og greinilega til þeirra sem þurfa á þeim að halda og verða gagni. En annars að þakka ég bara kærlega fyrir mig og ég þakka fyrir áheyrnina. Bless og góða helgi.